Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hér verða sagðar fréttir 5. 23. október. Með mér eru Björn Þorláksson og Sigurjón Magnús. Fyrsta frétt á RÚV var allavega, hún svona snerti stóriðjuna. Höggið hleypur á 20 milljarða og ástæða til að hafa áhyggjur. Þið hafið væntanlega fylgst aðeins með þessu máli. Við sögum aðeins frá þessu hérna í gær, fórum yfir svona að þetta væri mál svona í þróun og eitthvað sem að kæmi til með að verða af einhverju stóru og það, við verðumst hafa verið sannspá hér í gær. Já, maður veit samt ekki ennþá hve þungt þetta högg verður. Það er svona svolítið, fréttadagurinn hefur svolítið farið í það hjá svona meginstraumsmiðlunum að draga upp mjög dökka mynd sem gæti verið handað við hornið. Stjórnmálamennirnir hafa litið þetta mjög alvarlegum augum. Ráðherrarnir hafa svona talað þannig að mann hefur dottið í hug hvort þeir viti eitthvað meira heldur en að hefur verið gefið upp vegna þess að það er svo svona stríður og alvarlegu tónn í þessu vegna þess að þær upplýsingar sem þegar hafa komið fram, þær kannski benda ekki til þess að þetta sé jafn rosalegt áfall eins og svona þeir sem fulltrúar hagsmunasamtökanna hafa verið að halda fram. Hins vegar þá held ég að það sem að ígerið allt saman það sé að þetta kemur í kjölfarið á PCC Bakka, því áfalli, Play, hagræðingu í sjávarútvegi sem hefur kostað 20 ef ekki 100 starfa upp á síðkastið. Er þetta alltaf veiðigjöldunum að kenna? Já, nei. Þetta er bara vinnslustöðin sem að lætur svona. Ég kallaði það bara hagræðingu. Já, sem að þetta er. Já. Þeir eru að selja Þórunn Sveinsdóttur, mjög fínan tóra, til Fáskursfjarðar og þar eru þeir að fjárfesta meira. Þeir eru að fjárfesta verið milljarða bara og allt í góðu. En vinnslustöðum hefur verið bara að rekja sig út í Gaddavírinn. Já, með álið. Já, en Norðurál er náttúrulega eitt stærsta útflutningsfyrirtæki þjóðarinnar og nú er talað að ef framleiðsla falli niður þá getur þetta verið einhverju 20 milljarða, nokkri milljarðar á mánuði og eitthvað svoleiðis. Það var 2% var nefnt í þessu samhengi gerð, það held ég að við verið stóriðin. Já, útflutningi. Já. En þeir eru líka ansi margir sem ekkert hefur verið talað við í fréttum sem eru að setja þetta í allt annað samhengi. Til dæmis Þórólfur Matthíasson, hagfræðingur, hann hefur verið að skrifa það í dag að launþegar, það er ennþá ekki búið að segja upp einum einasta manni, skulum athuga það. Og samkvæmt Þórólfi þá segir hann að launþegar kannski tapi yfirvinnu og vaktálagi en ætti að halda dagvinnu með það sem hefur komið fram. Raforkusalinn, hann er dekkaður, fyrirtækið er dekkað með tryggingu fyrir ákveðnu tjóni. Mörður Árnason spurði hvernig gat þetta gerst. Ég man ekki eftir því 6 samfellda áratugi álframleiðslu á Íslandi að nokkuð tímann hefði verið fjallað möguleika á svona viðburði. Einmitt öfugt. Hann segir álið átt að gulltryggja stöðuga vinnu og fjárstreymi í alla vasa. En það sem er að gerast, það sem hefur verið mjög áberandi í umræðunni í dag að mínu mati að það er verið að reyna að krýja út bætur. Það er verið að reyna að gera ríkið ábyrgt fyrir einhverju sem að fyrirtæki eru alla jafna þurfa að taka bara ábyrgð á. Að ríkið er að hjálpa? Já, það er greinilega upptaktur að einhverjum ríkisstuðningi eins og ég skil þessar fréttir og þessi áköll sem hafa verið í dag. Ég sá Hönnu Katrínu í beinni og hún talaði einmitt með þessum hætti að þingið væri samstillt og þetta var lítið alvarlegum augum sem þetta er alvarlegt en hvernig þetta sé svona, það er kallað til krísufundar á þinginu. Veit það eitthvað meira? Heldur hann hefur verið upplýst. Ég bara spyr aftur þeirra spurningar. Það sem ég sá á þinginu í dag, þá fannst mér svona viðbröð sjálfstæðs, sérstaklega Guðrún Hafsteinsdóttur, vera bara eitthvað ýkt og mikið. Það er eitthvað bílinn, einhverju fyrirtæki og þá ég vera neyðarfundur í þinginu. Hvað þingið að gera?
Elfur, hvað þingi að gera? Nei, þetta er Á hún einmitt- að fara upp yfir með gúmísleggjuna? Hvað til hvers að rætlast? Þórólfur einmitt fyrirnefndur hagfræðingur Matthíasson, hann heldur fram að fall play sé sennilega stærri viðburður en þessi. Og það var talað um hann sem lítinn. Já, en þetta hæpa alveg svakalega upp og hérna af því þú ert að tala umræðan á Alþingi, sko, hægri flokkarnir hérna á Íslandi, þeir hafa náttúrulega haft ofboðslega hátt og þeir verðast mjög ginnkeyptir fyrir því að bara ríkið opni budduna og það er mjög áhugavert. Skildur þetta þannig? Já, og mér finnst það mjög áhugavert hvernig þetta ákall kemur alltaf sko frá hægrinu. Það er eiginlega mjög áhugavert. Ef að Sjálfstæðisflokkurinn sem er bara á hraðri niðurleið, ef hann heldur það að hann vilji að ríkið komi og láti pening upp yfir að menna vera að gera við verksmiðu. Þetta er alveg, það bara... Já, þú heldur að það sé þeim ekki til tekna, svona, hérna, það framsækir. Fólk vill þetta ekki. Opna ríkiskassan fyrir Norðurál, eitthvað ríkasta fyrirtæki á andinu. En það hefur myndið alltaf verið talað stóriðuna sem svo ofboðslega mikla kjarabót fyrir Ísland og fyrir ríkis... En einmitt vegna þess að þetta eru einkafyrirtæki og ríkið þá er leiðandi ekki ábyrgt. Það er engin ástæða til að gera lítið úr því að það er ótrúlegur fjöldi manns þarna sem að atfinna þess er að einhverju leyti hún gæti raskast og þetta er gríðarlegt högg fyrir Akranes og nærliggjandi byggðarlög og allt það sem gæti orðið en það er allt saman bara það sem gæti orðið ennþá. Þau hafa ekkert nefnt þetta einu orði forráðamenn fyrirtækisins að þau þurfa að segja fólki það er ekki einu orði en svo bara þingið og stjórnmálamenn delir að vera kannski bara algjörlega út í loftið og þjóðhagslega áhrif eru ekkert gríðarleg sko. Stóriðja hérlendi skilar mjög litlum nett og gjaldeyri til þjóðarbúsins það er bara þannig kaupin súrálið Nei, þetta er, ég veist einhvern veginn fólk láta alveg eins og villisingar sko. Það er bara eitthvað katastrófað hann frá og það er bara færasta fólk sem þau eiga, sem er að vinna úr þessu þeir eiga einn svona rafal sem var og tveir er í pöntun það getur verið sko, erfitt að skipta þetta, ég veit ekki það en að þingið ég fara bara Já, ég veldi sko fyrir mér svona svolítið kannski eins og Mörður að hérna sko það var hérna fyrir einhverju ári síðan og svo aftur núna í janúar þá verða hann einhverju rafmagnsbilanir sem að verða til þess að það trublast bara hérna rafkerfi á hálfu landinu meira og þegar að það gerist það hlýtur að hafa það hljóta að hafa farið einhverju viðvörunarbjöllur í gang hjá sko ríkinu og auðvitað stjórnendur fyrirtækisins ég meina þegar þetta var tengt saman að það væri þessi rafall þarna sem að væri að valda einhverjum titringi sko á landsvísu hversum í ósköpunum var ekki búið til eitthvað neyðarplan þá? Já, enn einn hagfræðingurinn Þröstur Ólafsson hann segir, hann orðar þetta bara svona á rafmagnsbilun hjá Norðuráli stafar engin þjóðarvá hins vegar, þá held ég að við ættum kannski að hafa það í huga að verkefni ríkisstjórnarinnar er annað en það virtist vera fyrir nokkrum mánuðum þegar hún tók við þetta eru sannarlega, þetta er samsafn af áföllum sem eru að dynja yfir samanber upptalninguna áðan sem við fórum yfir og það blæs ekki eins byrlega eins og hefur gert töluvert skeið og hávaxtastefna Seðlabankans, hún kemur náttúrulega bara eins og krækibir í helvíti inn í það sem akkurat er að gerast núna og væntanlega þá geta þessar ræringar orðið svona aukinn þrýstingur á Seðlabankana að lækka vexti. Já, þú heldur það. Við heyrðum þau bara áfram af... Sandi í bensinni alls það bara. Já, en af fyrirtækjum hérna, já svona, í þjónustu við landsmenn þá starfsmenn sorphirðu fyrirtækja eru grunaður samráð. Þetta er bara hérna, já, frétt sem barst hérna, já svona rétt fyrir fréttir. Það kom tilkynning frá þessu Terra fyrirtæki í sorphirðu að það hafi verið í
samráði og það kemur þarna önnur frétt strax eiginlega bara í kjölfarið að 6 eru handteknir eftir húsleit á 9 stöðum og þannig að þetta virðist vera umfangsmikið samráð. Sko hitt fyrirtækið samkvæmt heimildum RÚV, Kubbur sem fyrir norðan og ég get ekki með nokkru móti sett mig inn í það. Kannski þið betur að einhverju í sorphirðum málum, en hvernig í ósköpunum og hvers vegna í ósköpunum þarf að hafa verðsamráð í sorphirðu? Jú, þeir geta sparað sér hellingsfjárhæðir ef þeir sammælast það að þú fær þetta og ég fær þetta og svo framvegis. Þetta og ég, þetta svona. Já, þetta er svona einmitt í svona útboðsverkefnum. Já. Og sko dirty business. Já, hann dirty í orðsins fyrstu merkingu að vera í sorpinu. Það ákveðið dirty í því. En það er kannski eins með þetta eins og þetta sem vorum að ræða á hann að sko þarna vantar óbúslega miklar upplýsingar. Samkeppniseftirlitið hefur aðeins látið frá sér fara þetta en ætlar ekki að gefa meiri upplýsingar, segja bara hugsanleg brot á fyrirtækjabanni 10. greinar samkeppnislaga númer 44/2005 við samröði keppinauta menn eru handteknir útboðsskiptingu marka. Það ykkur að forsendu til handtökum. Þeir voru handteknir í yfirheyrðum svo sleppt. En ég menn handtökur enga síður, þetta lítur að vera stórt mál, en þetta orðið svona árlegt, þetta stórfyrirtækja verðsamráð, sko, þetta alveg svona 1 mál á ári, cirka, sem að samkeppniseftirlitið fer í ykkur svona stórar aðgerðir, en það verðist íslenskt viðskiptasiðferði. Já, frændiglinn, kannski þetta bara krútlegt, við erum öll svo skild og svona allir svona tjömmi og næs, meira að segja samkeppnisfyrirtækin. Það stutt í næsta frænda. Það gæti verið, sko. En það sem að vekur kannski athygli manns á það að þetta sé í sorpinu. Já. Það er einmitt, það sem ég hugsaði. Mér finnst þetta, við sorp, þú veist, ég held að þetta væri nú bara frekar, ég meina, ég ekki bara einhver ein verðskrá og hún þú veist, það sem ríkið býr til og en kannski það ekki þannig. Ég sá það allavega fyrir mér þannig. En það eru, fréttir á húsnæðismarkaði, vísir ræðir við hann Jónas Atla sem hvað lögfræðingur hjá Hamas? Hann hagfræðingur hjá HMS. Já. Það sem hann segir þetta geti mögulega verið svona stutt eftir fjármálarunnið. Það hins vegar versta staða hópana síðustu 10 ár. Það málið að það eru 1000 íbúða tilbúnar sem seljast ekki. Já. Og þetta bara og þeir fara ekki á sölu. Verktakarnir halda þessir höndum og ætla bara að bíða af sér þennan húsnæðismarkað á meðan að það bara fjöldi fólks sem að þarf húsnæði. Það er alltaf verið að kalla eftir meiri byggingu fleiri íbúða og þeir byggja en ekkert rættar út á markaðinn. Nei, þá hefur íbúður hækkað mikið á sama tíma og verðbólga er mikil, þá þeir að safna fyrir íbúðin áður. Þannig að fólk fast, það getur ekki keypt og þeir sem eiga 1000 íbúða, þeir vil ekki selja. Þetta er ótrúlegt. Og maður velti fyrir sér svona, hvar eru neyðarfundirnir á Alþingi yfir þessu ástandi? Já, mikið frekar. Þannig eitthvað sem pólitíkin getur. Lotningin gagnvart atvinnulífinu og hagsmunasamtökum í dag, hún er auðsæ í þessu norðurálsmáli umfram einmitt þetta sem að þú ert að benda á og alls konar áherslur sem að maður hélt kannski að ríkisstjórnin ætla að setja á þetta. Þetta er alveg krakkar. Já, þetta er agalegt. Þá að Gaza. Já, aðstæður þar hafa auðvitað lítið breyst þrátt fyrir vopnahlé og þrátt fyrir tal Vesturlanda annað. Það er svona eins og Gaza hafi hreinlega bara dottið úr almennri umræðu. Lítið sagt frá þessu nema maður kíkja einmitt á Al Jazeera eða svona á arabísku miðlana. En þetta er auðvitað hryllingsmál, þeir halda áfram að sprengja og skjóta fólk og hóta og það er svona
matarskortur, þetta mikill. Já, vatnsskortur líka. Vatnsskortur er mitt, það því að ég meina þeir hleypa einhvern. Sko. Já, ég held að ég hafi lesið mitt einhver staðar að þetta var, það er bara orðið eitraðasta vatn í heimi, hér bara þarna akkurat á þessu svæði. Já, en það hafa þeir vandað sig við að eyðileggja allar skólplagnir og þetta er einhvern veginn allt bara farið í svona til fjandans. Samt sem áður þá stæra bandarískir ráðamenn sig af því að hafa bara bjargað íbúum Gaza, bjarga Palestínu, þau vera friðarsinnar og þar fram eftir göttunum. Ísraelar hafa, við sögum frá hérna í gær og tölum aðeins það í fyrradag mér þess að líka Ísraelar samþykktu fyrstu umferð þingmáls sem að fjallar að innlima allan Vesturbakkann, þeir ætla að hertaka allan Vesturbakkann og Times of Israel segir frá því að Rubio hann segir að þetta gangi hreinlega ekki upp. Þetta með ekki gerast því að þetta muni koma til með að kannski klúðra þessum plönum Trumps Gaza að Palestínufólk það láti ekki bjóða sér að Vesturbakkinn verði líka tekinn. En hann var í Time, blaðinu sem að kom út núna síðast. Þetta er svo rosalega forsíða, ég verði eiginlega bara að sýna ykkur hérna. Trumps World og þarna fer hann einmitt yfir the Gaza deal og ef við kannski fáum að sjá næst og þá talar hann hvernig hann dílaði og hann segir til dæmis við Netanyahu og hann segir Netanyahu you can't fight the world og það segir okkur nefnilega að hann hafi verið kominn á þann stað að Netanyahu að meðvitund fólksins og upplýsingastríðið það var tapað og þetta hafi í rauninni verið svona neyðarhemill sem að Trump tekur hérna í. En hann segir jafnframt frá því í þessu sama viðtali að hann muni ekki styðja Ísrael áfram og hótar þeim í rauninni að ef að þeir vogi sér að taka Vesturbakkann yfir þá muni allur stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael hverfa. Og þetta er alveg hreint ótrúlegt finnst manni en svo sem alveg mjög gott mál líka. Þetta er það kröftugasta sem hann hefur nokkuð tíma sagt í þessu máli. Það er alveg rétt og margir vilja meina að hann að þetta hafi verið samþykkt á ísraelska þinginu af andstæðingu Netanyahu reyndar kaus á móti þessu sjálfur vegna þess að hann vissi að þetta myndi valda svona titringi á milli Bandaríkjanna og Ísrael en hann þetta var samþykkt samt sem áður 25 atkvæði gegn 24 og mun fara áfram í einhverju umræðu en þetta er gert af andstæðingum Netanyahu til þess að koma á hún höggi. Það er nú svona einhverjir gárungar sem vilja meina það. En þegar þetta er náttúrulega stórmerkileg yfirlýsing og kannski er þetta bara yfirlýsing sem heldur. Það er náttúrulega ótrúlega oft sem hann hefur sagt eitt einhvern og annað á morgun og er þetta einhver taktík eða er þetta stefnubreiting sem er komin til að vera? Við vonum ekki, við vonum bara meina þetta. Já, hann lofaði Arabaþjóðunum og hann segir frá því mitt í þessu viðtali að hann sé svona heitt í hamsi yfir þessu máli einfaldlega vegna þess að hann hafi lofað Katurum og Sátum og Egyptum þessu að Vesturbakkinn fengi að vera í friði. En hann hefur auðvitað ekkert fengið að vera í friði. Það fer fram þjóðamorði kannski svona aðeins á minni skala en á Gaza en Ísrael hefur allan tíman verið þar að taka það fanga ólöglega eða fanga gísl og myrða fólk og loka og búa til svona hernaðarveggi einhverja svo fólk komist ekki í gegn. Ég er mjög hissa ef heilindi og prinsip væru komin á dagskrá
þessa manns. Ég ætla að leyfa mér að klappa mjög hægt og hreyfa selshreyfana bara mjög laust. Við getum líka við þurfum átt okkur því að Trump hefur þetta mjög hálít markmið með Gaza og ég meina þarna sko tengdasonur hans, hann fer þarna fyrir einhvers konar sendinefnd á vegum Trump og mikið á svæðinu, sérst ekki inn á Gaza en hann í Ísrael og í Egyptalandi og hann hefur talað með þeim hætti að þeir ætli að búa til hann einhverja fasteignaparadís. Já, hann alltaf í Matador. Já, og það nefnilega málið og hann sér fyrir sér að ef að þetta samkomulag fer einhvern veginn út þúr, þá auðvitað missir hann þarna spón úr aski sínum og tengdasonarins og en alltaf talað yfir hausamótunum á palestínufólkinu og aldrei fær það nokkur að ráða sjálft. En svo þarf hann líka að tala við sína eigin þjóð og hann þarf að tala við heiminn og eins og þú ert að segja, þetta stríð var náttúrulega orðið alveg óboðslega þetta þjóðarmorð var náttúrulega komið á þann skala að langt flestar hugsandi verur voru uppfullar viðbjóði og hann kannski bara einhverju leyti líka bregðast við því, eða hvað? Já. Ég veit það ekki. Vonum það. Það veit það ekki. Já. En Trump, hann setti olíutolla á rússnesk fyrirtæki í olíuvinnslu. Já, þetta af FF7. Já, þetta bara afleiðingarnar að öllu þessum átökum og látum. Já. Það bara, verðbólga bara vex í öllu löndum og þetta bara, Akkurat. Það vill enginn verið í stríði eða svona almenningur vill það ekki en ráðafólk sér sér einhvern dag í því. Þetta svo brjálæðislegt og svona hliðar afleggir að þessu bara eitthvað svona sem að við fáum einhverjum ráði bara sent dýrara hráefnina við vorum með áður. Það engum máli skipta fyrir okkur Íslendinga hvort það stríðið eða friður í heiminum alltaf að ræna olíufélögin okkur. Já, það reyndar alveg rétt. Við erum alltaf í stríði við olíufélögin. Herðu, það svona talandi svona stríðsherra, þá Sarkozy, hann komin í fangelsi. Það sagt frá því Le Monde að það mikil öryggisgæsla í kringu Sarkozy. Það alveg haft eftir fangaverði að þetta sé svona eiginlega hlægilegt. Hún finnst það hallærislegt en þetta gert vegna hótana sem hann hefur orðið fyrir. Og við erum með mynd af Sarkozy þegar hann að koma í fangelsið í gær. Þarna hann með í förlögreglu. Þetta svona paparazzi mynd sem var, mér fannst því verða að hafa þannig með og svo voru nokkrir fangar, samfangar hans sem að tóku sig upp á myndband. Þeir hafa verið að kalla á milli klefa, þeir vita hvar Sarkozy og þeir hafa verið að svona garga á hann úr sínu klefum og yfir, þar sem að þeir segjast alltaf að hefna Gaddafi. Sarkozy náttúrulega komin í fangelsi fyrir að hafa þegið fé af Gaddafi og Líbíu stjórn en sem hann síðar svo stakk í bakið og við erum þetta myndband on va venger Gaddafi en encourageant tous Sarko les milliards de dollars. Já, þetta öðruvísi vandamál heldur en svona hinn almenni hefðbundni fangi glímir við. Já. En þetta ótrúlegt einmitt að en hann komin í aukna öryggisgæslu eftir þessu myndbandum. Já, þau svona tóku að leka heiminn. Þar sem að þeir segja bara beinum orðum að hann muni ekki fá að sofa heila nótt vegna þess að hann ekki velkomin í fangelsið. Hann mjög langt frá því að vera velkomin, held ég. Veistu það hvort þeir búin að stækka fangaklefann? Við vorum að ræða mánudagskvöldi minni mig að þetta væri bara einhver svona pínulítill klefi og Já, ég veit ekki til þess að hann hafi verið færður en ég veit bara að það rosalega mikil öryggisgæsla í kringum og alveg þannig að fangaverðunum sjálfum þykir nóg og þá öryggislögregla og vopnaðir verðir og fleiri sem að umkringjan bara allan sólarhringinn. Já, þetta náttúrulega mjög sjaldgæft í heiminum að svona
fyrirverandi þjóðarleiðtogi bara sé komin í fangelsi með venjulegu fólki. Akkurat. Akkurat. En það við sögum náttúrulega frá því í gær að þú sagðir að það eru ólík vandamálin í fangelsum. Við sögum náttúrulega frá því í gær að það kom upp hérna mál á Litlahrauni sem að fangavörður gerðist uppvísa því að stela úri að fanga og það hafði með sér þær afleiðingar að einhver var stunginn og þegar fanginn átti að segja því að úri væri tapað og hérna sakar hann einhvern annan fanga og þetta einhvern veginn svona vindur upp á sig og við erum búin að fá hérna alveg fjölda frétta af alls konar óeirðum inn á Litlahrauni sem að virðast svo mega rekja bara hreinlega til þess að þjófata fangaverðars þannig að það er drama í fangelsum víða. Já. En já, það svo sem margt að gerast annað í heiminum. Lula, Luis Inácio Lula da Silva, forseti Brasilíu, hann var að tilkynna það bara núna í dag. Hann ætli að taka sitt 4. Kjörtímabil. Lula hann svolítið merkilegu maður og náttúrulega ólst upp í sárri fátækt, mikill sósíalisti og hann lærði ekki að lesa fyrir hann var 10 ára því að foreldrar hans voru hreinlega ólæsir og hann vann við að selja hnetur frá því að hann var pínlítill í São Paulo og hann nokkuð vinsæll, hann vinnur nú, hann einhvers staðar í Indónesíu skilst mér núna á ferðalagi og það svona hann á leiðina að hitta Trump á einhverjum tímabúti, það er nú ekki búið að setja tímastimpil á það til þess að semja tolla á milli Brasilíu og Bandaríkjanna. Já, það bara, ekki bara allt gott Lula að segja, ég held það. Þekki ekki svo mikið til hans. Hann mjög vinsæll heiman fyrir. En mér verður hugsað til Ólafs Ragnars þegar við heldum öll að við myndum sitja upp með hann í 40 ár. Já. Herðu, það hingað heim það frétt sem að ég held að þetta sé vinsælasta fréttin á RÚV í dag, gervigreinda myndband af kennara og nemenda í sleik fór í dreifingu. Þetta kemur upp í Víðistaðaskóla þar sem að einhver hefur búið til svona falsað myndefni af nemanda og kennara að kyssast og þetta dreifðist út samfélagsmiðla og þetta auðvitað litið mjög alvarlegum augum. Þetta er auðvitað mjög alvarlegt mál að falsa myndefni með þessum hætti en við erum kannski bara ekki alveg komið þangað í samtalinu. En þetta hér höfum við allavega tækifærið. Mér skildist það á kvöldfréttunum að það ætti að kæra máli til lögreglu. Hafið þið séð svona gervigreinda myndbönd? Hafið þið séð, eða smeltu þið á fréttina vegna þess að þið héldu að myndbandið værið í henni? Nei, ég smelti á hann og las hana og hún vakti strax mikið áhuga minn vegna þess að ég lít bara á þetta sem stak í óbúslega stóru mengi. þar sem heimurinn að breytast alveg óbúslega hratt og þekkt fólk sem hefur atvinnað því að andlit þess er starfið þeirra. Það er náttúrulega bara martröð að það getur lent í því hvenær sem er að svona myndefni gerir trúverðuleika og jafnvel rústi lífið þeirra. Þarna er einhver leikur, sem fer úr böndunum. Þetta eru krakkar. Já, og þarna eru börn og í sjálfu sér hefur maður ekki mikið meira það að segja. Maður sér ekki fyrir sér að þetta séu beint svona að því að þetta er auðvitað stafrænt kynferðisbrot. Bara svona fljótt á litið í grunninn virðist þetta vera það. Hins vegar eru þannig börn aðleika mitt. Þetta er eitthvað sem að þau eru, ég meina það er hægt að gera þetta bara í símanum sínum. Það er hægt að búa til hvað sem er, það er hægt að sækja sér eitthvað app, það er hægt að falsa mynd af þessum og þessum, skeita saman einhverjum hausum, láta að gera bara andskotan allan sem hann dettur í hug. Og þetta vekur upp margar spurningar en líka þörfin á samtali nákvæmlega þetta. Mér finnst ofta að við séum að eiga samtal eftir að eitthvað ömurlegt gerist. Við erum aldrei svona með puttan á púlsunum. Af hverju erum við ekki löngu búin að innleiða eitthvað svona stafrænt læsi og öryggiskennslu í grunnskóla borgarinnar? Já, eins og ég segi, mér finnst fókusin á þetta mál, við getum bara farað yfir nýjar blaðsíðu, þurfum ekki að hugsa mikið þetta, þarna er einhverju yfirvöld og skólinn sem eru að díla við þetta, en þetta er stak í mengi
gríðarlega breytinga, óvissu. Nú þegar meira en annað hvert orð á internetinu skrifað að gervigreind. Og myndefnið í sem sagt allur trúverðuleiki, allt traust í hættu og ég veit ekkert hvort við getum gert eitthvað patent við þessu en stóra málið einhvern veginn að sko traust okkar á upplýsingum það gæti farið svo að við bara hættum að treysta nokkrum hlut og því við erum nú að reyna að vera fjölmiðla fólk og svona þá getum við rétt ímyndið okkur hvers konar vandi steðjar að fjölmiðlun sko, þegar upplýsingar frá hverjum sem bara einhverjum hrekkjalómum eða einhverjum glæpasamtökum þegar orðið mjög erfitt fyrir fólk að vita frá hverjum hvaða upplýsingum má treysta og hvað ekki. Ég finn það reyndar sjálfa. Svona máli náttúrulega friðhelgi einkalífsins og ef að sannast hver að raska henni, friðhelginni, það má ekki. Nei, en nú höfum við svo ofbúslega, nú eru bara TikTok og Instagram og á Facebook maður svo alls konar myndbönd af alls konar atburðarásum, myndir og þar fram til götunum og ég finn það sjálf treysti ekki neinu, ég held að allt sé falskt á internetinu núna. Ég alveg hætt að horfa á samskiptamiðla með sömu augum og ég gerði bara fyrir ári síðan. Og þar með höfum við verið svipt sko einhverjum kjarna, einhverju trausti, einhverju trú og ef allur heimurinn fer í upplausn og við veitum ekkert hverju við að treysta, þá koma populistarnir, þá koma þeir sem þykjast vera sterkir og stórir og verðandi sko bara einræðisherrar. Þetta bara hluti af því að þeim getur vaxið fiskurinn hrygg. Í því samhengi, ég held að það sé ekki kannski bara svolítið gott að við fyrir að hætta að treysta svona samskiptamiðla og við þurfum bara, núna fyrir við kannski bara efla almenna fjölmiðlun og bara svona sem er svona köttar krakkið sko. Það getur verið sami vandi með fjölmiðlun þetta eru krossgötur. Þetta eru krossgötur sannarlega og ég hef einmitt velt þessi fyrir mig líka í því samhengi að nú allt myndefni, nú ekki það verður alltaf hægt að nota myndefni fyrir rétti eða dómi því að það svo erfitt að greina sem myndbönd, ég meina að þú ert með einhverja myndavél í bílnum eða í dyrabjöllunni heima hjá þér og hver veit nema hún sé bara, þú sért með eitthvað falsað myndefni til þess að ná þér niður það auðvitað ekkert þannig að við hljótum að fara að vinna allt öðruvísi með svona öryggismyndavélar. Hann finnur kannski einhverja leið aðra heldur en að kúka á bílinn í Kópavogi. Já, heldur það sé kannski falsað. Það getur verið. Ég sé laust, slökk á internetinu og flytja upp í sveit. Já. Mývatn í boði fyrir fleiri? Já, það tekur lengi við. Herðu, það næsta frétt, Lúkas áfrýjar líka. Ég reyndar sá ekki hina fréttina, það Stefán Blackburn sem sá sem að áfrýjaði og Lúkas Ingvarsson, hann áfrýjar líka. Þetta eru mennirnir sem fengu þessa þungudóma fyrir Gufunesmálið, svo kallaða. Þeir hafa enga að tapa. Nei, þeir fengu svona þyngra heldur en ævilangt. Fengu bara þyngstu dóma sem eftir að fá 17-18 ár. Þetta eru ungi menn og maður svona, auðvitað eins og þú segir, þeir hafa auðvitað enga að tapa. Nei. Það bara kunna skamma sín bara og taka þessu. Já. Þetta finnst mér. Já, svo veltum maður fyrir sér, sko, hvort þeir verða eitthvað bættari að því að sitja inn á Litla-Hrauni í 18 ár. Sko, já, og talaðu Litla-Hraun, þá sagt frá því á MPL að það var sprengja skammt frá Litla-Hrauni. Það lítið vita meira það er bara sprengja við Litla-Hraun. Þetta ótrúlegt. Hvað hún? 250 metra frá fangelsinu. Og við fáum engar frekar útlistingar á því hvers konar sprengja þetta er. Þetta verðist nú vera eitthvað kólryðgað og gamalt. Þannig að það hefur enginn ætlað sér að sprengja Litla-Hraun eða kannski hliðið. Já, eða gat og kyrðingu eitthvað, ég ekki vitið við það sko en
Akkurat. Nei, það ekkit þetta núna, engir strókufangar, það ekkit svona spennandi að gerast. Nei, það bara fangaverðinir sem í glæpum og lífverðinu núna. Það reyndar. Það búin að færa þetta sökin aðeins til. Já, herði, það kvennaverkfall á morgun. Já, þú segir kvennaverkfall. Já, sem þetta er kvennaverkfall en það hérna á Vísi talað kvennafrí. Það var í Mogganum í gær var líka talað kvennafrí. Já. Ég segi líka kvennaverkfall, því þetta kvennaverkfall. Já, en þetta setur kvennafrí. Mér finnst vera pólitík í því hjá þessum miðlum að tala ekki kvennaverkfall. Og ég mikið velt fyrir mér hvað verið víðtæk andstaða og komið úr mörgum kreðsum við kvennaverkfallið á morgun. Og ég mikið velti fyrir mér hvort það þessi ósamstæða með framkvæmdina sem hefur ekkert verið hér á landi. Það alltaf verið að agnúast út í eitthvað, það verið að rífa niður auglýsingar kvennafrídaginn í Kópavogi og bæjarskrifstofunum og hellingur að bæði konum og körlum að finna þessum degi, þessari hátíð á morgun, þessu verkfalli, eiginlega flest til foráttu. Og ég velti fyrir mér, það vegna þess að við erum bara þegar orðin svo sundruð að fólki finnst vera einhver vinstri róttæklingabragur á þessu til hægri og í stað þess að við tökum einhverja heildarhagsmuni fram yfir, þá erum við bara í pólitískum skotgröfum og skildi þessi sundrung, gagnvart kvennaverkfallinu á morgun, skildi hún vera angi af því sem að skýrir hnignun mannréttinda bara út allan heim af því að við erum hætt að sameinast einhver gildi og sameinast einhverja baráttu. Hugsaði þér fyrir 50 árum að það var náttúrulega í krafti samstöðunar sem að stórkostlega breytingar fóru í hönd eftir kvennaverkfallið. Það var einmitt pólitískt að þetta var gert að kvennafríi en ekki kvennaverkfalli fyrir 50 ára síðan. Það var til þess að friða hægri konurnar sem að vildi ekki fara í verkfall þegar kölluðu þetta frí. Já, en ég velti fyrir mig núna hvort við getum bara hvatt þessa samstöðu tíma og hvort við höfum séð það í upptakti þessarar hátíðar á morgun að finnst ykkur ekki alveg ótrúlega margir vera að gagnrýna þetta eitthvað, agnúast út í það að þetta sé allt og stuttur fyrirvari til þess að það sé heilsdags frí, það þetta og svona, það vantilega eitt og annað í þetta. Nei, eða kæra sig ekki það. Hvað konurnar eru nauðsynlegar, hvað gegna mörgum hlutverkum í samfélaginu og það einmitt það sem það snýst Já, þetta ekki bara að leggja niður störf atvinnu, þetta líka að leggja niður störf á heimilinu. Sem líka hættu nú alveg. Já, þið verður bara gjörsamlega umkomulausir hér á morgun. Það er ótrúlega samúð með atvinnureikend. Já, atvinnureikendur ég man ekki til þess að þeir hafi látið svona kröftulega í sér heyra áður. Gögnin tala, það er fullt tilefni til þess að hafa þetta verkfall á morgun. Akkurat. Svona talandi konur og kvennamál þá samstöð allra landsmenna talar breytinga skeið kvenna í Staðal. Hvað þýðir þetta, Björn? Já, ég átti viðtal við Helgu Sigrúnu Harðardóttur. Hún er formaður Staðlaráðs og hún sagði mér og hlustendum og áhorfendum samstöðarinnar að breskri fyrirmynd þá væri þá á leiðinni vonandi að íslensk fyrirtæki tæki upp Staðal sem tæki mið af breytingaskeiði kvenna með þeim hætti að líkamsstarfsemi og andlega þá veldur breytingaskeiðið það mörgum konum, það mikilli röskun að vinnuveitindur ættu að hafa það bara í staðli að sýna þessum hópi sérstaka tillitssemi, nærgætni, svigrúm vegna þess að eins og framkom í þessu spjalli og ég gerði þarna fréttin upp úr þá þetta geta verið hálfgerðar náttúruhamfarir í lífi konunnar og kannski bara meiri náttúruhamfarir heldur en bilaður varahlutur í álverinu Mér finnst þú eiginlega bara hreint ótrúlegt að þetta sé ekki bara til.
það sé ekki bara til handbók til atvinnurekanda konur og breytingaskeiði. Ég man að þegar ég var þegar ég var ólétt þá var fyrir 18 árum síðan þá var svona handbók meðferð og óléttum konum á vinnustað. Það var eitthvað sem Reykjavíkurborg hafði þá nýverið innleitt núna 18 árum síðan og þá erum við að tala um breytingaskeið. Mér finnst þetta nú kannski bara eitthvað sem að mér finnst þetta virkilega, og þetta er virkilega gott viðtal, Björn, sem að þú áttir og fékkst mikið hrós fyrir frá mínum viðmælanda sem að kemur hingað við rauðaborðið á eftir. En við ætlum að tala þessu kvennaverkfallið á eftirfréttir. En við tölum þetta menningarstríð og hægri og vinstri og það var skoðanagrein sem að vakti athygli mína. Það er bakslag í beinasóðunum mín og þetta er hún Hlédís Maren Guðmundsdóttir. Þetta er nýjasta viðbótin með miðflokkinn. Þetta er ung kona sem var áður í svona ábyrgðarstöðu í Vinstri grænum. Hún var mjög virk í ungum Vinstri grænum og ég gegndi með minni ritarastöðu þar. Hún er sem sagt komin svona hún búin að skipta lið. Svo mætti orða komast. Fór hún úr öskunni í eldin þá á þínum að Já, og hún vil meina að það sé hreinlega ekkert bakslag og það sé bara ekkert feðraveldi og þar fram eftir göttunum og hún kemur svo fram í mannlífi í dag. Þetta er skoðanagrein frá gær, kemur svo fram í mannlífi í dag þar sem hún talar að hún upplifir sig ekki örugga í bænum vegna þess að karlar séu svo ágengir og þetta þótti mig mjög áhugavert. Hún reyndar snýri þessu upp í að það séu líka útlenskir karlar bara svona til þess að aðeins að svona krydda þetta með smá útlendingahatri í anda Miðflokksins. En þetta er sama konan og talaði að ekkert væri það var engin kynbundin vandi. Þarna fer ekki saman hljóð. Þarna fer ekki saman hljóð. Sem að grípa til þeirra leiðilegu klísju. Nei, en það er nú stórstjarna, Glódís Perla. Hún er klár í slaginn. Okkar fyrirliði kvennalandsliðsins og Þýskalandsmeistari og bara margfaldumestari, sigurvegari mikill. En hún sem sagt hún er tilbúin á morgun, það er svona verið tísýnt það, og þetta er umspil við hvað, Norður-Írland? Já, þetta er að byrja umspil fyrir heimsmeistarmótið held ég, og þá er það fyrir leikurinn er úti á morgun, svo spilaði seinna á Laugardalsvellinum. En það skiptir, þetta lið skiptir verulega miklu máli að Glódís Perla sé með. Já, Glódís Perla hún er svona þjóðarperla. Hún er perla, sko. Já, það eru meira ungu og svona frábær varnarmaður að það er alveg bara. Já. Það er ekki það, sko. Já, og það er tekið eftir fleiri íslenskum stórstjörnum. Já, heyrðu. Já, þessi gæi. Ljótt að segja, ég skrifa Viktor Bjarki Daðarsson. Já. Þetta er alveg ævintýralegt. Hann er þriðji yngsti til að skora í meistaradeildinni og fram að því vissu við ekki þennan dreng ekki neitt. Og svo er viðtölvan og hann er svo þvílík bassarödd, hann er 17 ára sko. En hann er svona stór og mikill sko, hann er 1,93 held ég gáði því. Og það skiptir miklu máli upp á að ná skallabollunum. Já, þetta er varnarmaður. Nei, sóknarmaður. Sóknarmaður? Já, hann skoraði bara í alvöru leik í meistaradeildinni. Já, þetta er og hann sko, þetta er FCK eða, þú veist, Kaupinhán, fótboltaklúburinn. Sko, þeir áttu Orra Stein Óskarsson, Óskars, Hrafs, þjálfara KR. Sko, þeir hafðu keypt hann einhvern sem unga dreng út og svo selja þeir hann til Real Sociedad á Spáni. Og svo líka sem er að verða eitthvað besti landsliðsmann okkar, það er Haraldur Hákonarson. Hann kemur líka frá FCK. Þeir virðast það bara í sérstaklega, þeir virðast vera bara Þetta er leyniuppskriftin, komin. Þeir eru með einhverja sem er að njósna heima umleikumenn eða skáta eins og þetta er kallað. Og þá er það kannski að kaupa menn á kannski 20 milljónir og selja á svo 200 eða eitthvað meira, eða ég veit ekki. Það er miðjan. Já.
Þegar viljum við spila víti á Íslandi? Já, þetta var, herði ég hérna að rifjast þið fyrir mig þegar að hann var í þætti á Vísi í dag. Já. Og þá, heyrðu, byrju, þú vildir ekki spila víti fyrir mig. Og ég fór og hérna, búin að það birti þarna frumvarfið. Já, hann var sem sagt að tala gegn, já, hann vildi svona meira eftirlit og hérna talaði gegn spilavítum með þessi spilavíta umræða hefur verið mjög hávær núna en það er talað þetta meðal hans og mannlíf, Jón Gnarr kemur hérna og talar að banna veðmálastarfsemi. Hætt að banna, segir hann sko. Herði, hérna, sko, í þessu skrýtna frumvarfi þá það þannig að sko, spilavítin verður að taka myndir af þessu koma og telja hversu oft þeir eru. Ég veit sko, þetta rítur svolítið mikið brot á persónuverndarlögum eins og þessi daga eins og hugsa sketur því að þá sko bara sko, spilavítin að geyma upplýsingar mig og þau og svo ef að einhver haga sér svo kjáni þá verður flett upp í þessu og þetta ekki til lögreglan eitthvað sem á að gefa þetta bara einhver sko. Þú vilt bara löglega það? Já, bara strákurinn og snöðin. Ég vil nú reynda bara löglega sem flest en ég held að þá þú verður að hugsa að löglega ansi margt í kjölfarið. En við kannski förum hérna í tímina að renna út. Við kannski förum hér herðu, örstutt. Þetta stærsta málið í Bandaríkjunum af AP. Þetta eru íþróttamenn sem að hafa íþróttamenn, þjálfarar og dómarar sem að eru núna til rannsóknar og sæta kærum vegna þess að þeir höfðu svona ólöglegt samráð og reyndu að hlutast til og hagræða svona leikjum. En við kannski förum hér bara í síðustu frétt sem að er fyrsti í rjúpu á morgun. Þetta gleður einhvern. Já, þetta gleður einhvern. Gaman að heyra það að það virðist vera nóg að rjúpu núna. Ég er nú sjálfur hættur af veiðana og borðana og Þetta er ekki uppáhaldsmaturinn minn, ég veit ekki það. Nei, og að skjóta þennan fallega fugl svona sem er svo gæfur að þið þurfa að bakka frá henni til að koma riffilskattinu sko. Það var eiginlega bara hægt að stíga á hann. En þetta er bara í hug þessu samhengi að í minni sveit, Mývatnssveitinni, það sem var allt fullt af rjúpu í hrauninu bara í kringum húsinu okkar, þá var þetta svona íþrótt hve ung börnin voru þegar þau skutu sína fyrstu rjúpu. Og ég held að yngstu börnin hafi verið 9 ára með byssur bara eina skjóta rjúpur þegar ég er krakki. Já, hérna. Það var bara svona mitt loka innlegginni. Já, það bara gangi ykkur vel í rjúpunni og morgun við þökkum hérðan úr fréttatíma samstöðarinnar en rauðaborðið er hér næst svo tók ég við, þú farið ekki langt. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is